Góðan daginn og velkomin í þátt númer 138 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er laugardagurinn 27. ágúst og það bil 4 vikur síðan að ég sett eitthvað hér inn síðast. Svo það var tímabært að nýta hérna tækifærið og setja eitthvað hérna inn. Það er bara allt þetta hefðbundna á dagskrá í dag. Klár, verkivinnslu, hvar á döfinni og allt það. Nú, það er hérna eitt nett klár sem er, skal ég ykkur segja, Shift Along húa eftir Andreu Mári. Ég gerði stæðstu stærðina á eftir að þvo hana og þá er hún sennilega orðin svolítið of stór á mig en hún fer þá bara í gjafabunkan. Ég vil hafa það rosalega þéttar yfir eyrun og þessi óþvegin er það alls ekki. En ég notaði hérna Corrie Worsted frá La BNMA í litnum Dawn og svo Spin Cycle afganga úr Shift í peysunum minni sem ég sýndi ykkur hana síðast. Þetta er á prjónastærð 2,75 og 3,5. Já, eins og ég segi, ég átti að þvo hana og ég ákveð þá hvort hún verður mín eða hvort hún fari í gjafa hérna körfuna og ég ætla ekki að setja hana á mig af því ég var að shæna mig, ég er að fara á gólfmót eftir smá stund í blíðunni hérna á Akranesi með ættingjónum og hérna þannig að ég kannski máta hana fyrir ykkur þegar þegar ég er búin að þvo hana en það fóru bara 65 grömm af Corrie og 23 grömm af Spin Cycle og þetta er stæðsta stærðin. Þannig að það fer sára lítið af Spin Cycle allavega í þetta og ég sjálf sér ekkert mikið að hinu heldur. Nú svo byrjaði ég á tvennum verkefnum síðan síðast og ég er búin með bæði. Ég þarf eiginlega að standa upp til þess að sýna ykkur þau bæði af því að ég ætla aðeins að tala um ykkur fyrst. Ég sagði ykkur síðast að mér langaði rosa að byrja á corner to corner hekluðu teppi úr öllu singles garninu mínu en svo þegar ég fór að skoða þetta átti ég ennþá svo mikið af svona þessu hefðbundna fingering og ég ákvaði að hjóla í það frekar og með fabel, einlitu hvítu fabel haldið með þannig að ég var með tvöfalt í því, svona bæði til þess að milda litaskiptingarnar og bara til þess að gera meira juicy. Og ég notaði 5 mm heklunál og þetta er alveg á svona, þú veist, það er svona cirka 1,40 breidd og 1,80 hæð. Og þetta er ætlað einni sem að finnst ég allt og mikið að teppum og ég vissi alveg að hún var að reyna að gefa mér hint að hún ætti að fá að velja eitt úr teppunum mínum hérna frammi en því tími ég alls ekki. Hún fær því þetta og ég veit hún var ógeðslega ánægð með það. Og hérna, já, hún er líka að verða amma og þá þarf ömmur að geta kúrt sig svolítið undir teppi eða bara ekki. Þannig að hérna þetta er að fara til væntanlegs eiganda bara kannski á eftir því að hún á heima við hliðina á golfvellinum og upplagt að koma þessu á hana. Í þetta fór samtals, í heildina er þetta 1 kíló og 560 grömm. Þannig að það eru það bil 770 grömm af afgöngum í þessu og svo hvíta fabeli. Það er samt en það er alveg til pínlítið af svona einni kúlu og svo önnur sem er að myndast hérna. Eða það er úr því
Sjá. Þetta, jú, það hérna, þetta samt bara djók með hvernig ástandið var. Þetta bara peanuts. Og svo að myndast hérna ein lítil blúbba líka í öðru verkefni sem ég segi ykkur frá eftir. En ég meina, vá. Ég átti örugglega 3 kíló af pjúra afgöngum þegar ég byrjaði að gera hjónarúmsteppið og svo náttúrulega hefur verið að bætast við alveg afgangar síðan að ég byrjaði á því og ég tók ég var með fulla glerkrukku af svona pínlitlum og ég búin að koma því, ég búin að vinda upp alla svona minni afganga í svona verkefni og það bara geðgóð tilfinning. Nú svo hitt klárið The Daisy Day Throw eftir Rachel Misner og ég fann þetta inn á Ravelry en það leiddi mig svo inn á Etsy til þess að kaupa það. Og við ákvaðum, ég samráði við mömmuna að þetta verður 2 ára afmælisgjöf að hafa þetta í litunum hennar. Og það svona rósbleikur. Og þetta svona corner to corner, þannig að það var geggjað að vera búin að æfa sig með hinu þó að þetta væri ívið svona, maður þurfti að vera ívið meira vakandi af því að tíma var ég með einhverja 8 hnykla þegar ég var að fara hérna yfir. Og þurfti reglulega að losa það til þess að það ekki bara algjör hnútur en þetta 100% akríl þannig að það rann nú alltaf létt í sundur og það var ekkert skrifaður neitt kantur á það en ég vildi gera það bæði af því hún fiktar svo mikið í kant og það þá skárra að þetta trosna upp að mínum mála laga það heldur en að fyrir eitthvað skemmast í sjálfu teppinu. Þannig ég gerði bara svona sett hérna fjall með sólarupprás í kring. Og nú sú sem áfáðdómældis mín, hún á Barnaspítala Hringsins, greindist þar í gær með alvarlega lungnabólgu og samfalli lunga og í viðeigandi meðferð þar og það gengur allt rosa vel. Það var bara brjálaður munur að sjá hana í gærkvöldi heldur en í gærmorgun. Hún var orðin það veik þegar þau komið hann á sjúkrahús að henni var drull þó væri verið að draga úr henni blóð og finna stað fyrir legg og taka henni það að pröfu og setja henni í röntgen og hún var bara inn og út sko. En hún tók sér til og brosti og hló fyrir okkur í gær og það var rosa gott. Þannig að þetta búið að vera erfið vika hérna hjá ömmunni. Þannig að og ég sagði við mömmuna ef hún þarf þá má hún fá teppi fyrir af því að hvað veit maður þegar maður 2 ára afmæli hver gefur manni pakka akkurat í afmælisveislunni. Þannig að við ætlum að þegar hún hætt að fá í magan af þessum rosa sýklalyfjum sem hún að fá í æð og hætt að gubba og svona, þá fær hún teppið. Hún blá að fara í fyrri nótt að byrja hún að kasta upp blóði og það var út af þessu samfalli, en hún ekkert búin að hósta fyrr en í gærkvöldi þegar að sýklalyfin fara að losa upp slímið sem að límdi saman á henni í lunga. Það var svona þurr lungnabólga, þannig að hún var ekkert byrjað að hósta fyrr en að sýklalyfin byrja að kikka inn hjá henni og þeir bara skilja ekkert í þessu. Fyrst kom einhverju svona aðstoðarlæknir og svona spáði að senda það bara heim, svo ákvað hann taka skoðana aðeins betur og svo kom alveg hræðilega tölur úr blóðprófunum og þá bara allt sett í gang. Og þá kom deildarlæknirinn inn í málið og svo þegar að var búið að lesa myndunum þá kom sérfræðingurinn. Þannig að það var bara öll hersveitin. En hún var bara, já, eins og ég segi, og hún svafi vel í nótt og vaknaði 7 morgun og reis sjálf upp sem hún hefur ekki getað gert alla vikuna. Þannig að við vitum að þetta allt að koma. Það verður rosa gott að fá knús hana, þetta versta verður yfir staði. Það má enginn koma við hana nema mamma og pabbi og svo svona þoldi hún aðeins við að leika sér við stórsystur sín í gær upp í rúmi en hún bara örugglega með dúndrandi hausverk og guð má þetta hvað nennir maður þá verður með einhverja móðursjúkra ömmur að kjassa sig. Ég skil hana mjög vel. Já,
Þannig var það. Þannig að þetta eru 3 klár og þokkalega 2 stór klár finnst mér. Ógeðslega ánægð með mig. Ég efast að ég geri aftur svona í þessum dúr af því að ef maður ekki með gerviefni í þessu þá held ég að þetta sé pínu challenge að halda þessu gangandi. Ég var með 5 mm heklunál í báðum teppunum og í valdsateppi þetta Caron Simple Soft. Og ég pantaði þetta á Wool Warehouse af því þetta var bara sambærilegt og gefið þér upp í teppinu. Þetta er 170 grömm í hespunni og cirka 288 metrar. Og það voru þessir 3 litir og ég hefði kannski getað sleppt í að kaupa eina svona en annars var þetta spot on hjá mér með rest. Svo ég hugsa ég geri eitthvað bara svona barnatengt úr afganginum af þessu. Þá er það yfir í verkivinnslu. Ég er að gera barnateppi fyrir væntanlega ömmustelpu þessara sem á að fá kornu teppið. Og ég bauð ömmunni að gera prinsateppið fyrir litla prinsessu samt sem gjöf frá mér. Sko ég ætlaði ekki að fara að gera þetta ef hún vissi að einhver önnur amma væri að fara að gera þetta eitthvað svoleiðis og það er ekki. Þannig ég geri þetta. Ég hef gert 2 svona áður. Fyrra teppi, fyrsta var alveg úr skjannahvítu, það var ekki sniðug hugmynd. Næsta var úr eins og þessu og það var mun betri hugmynd. Það sést mikið minna á þessu. Og ég er búin bara með miðjuna og ég er að taka upp lykkjur núna fyrir allt blondu dótaríið sem fer í kring. Ég notaði 3 mm nál fyrir miðjuna og svo fer ég upp í 3,5. Nei, ég notaði 3,5 í miðjuna og 4 í blonduna. Það er að gefa upp 3 og 3,5 í uppskriftinni en það er okkurlítið fínna gat og mér finnst bara að það prjónast betur hjá mér svona með Baby Merino í teppum og líka einhvern veginn blúndan af því að það er svo mikið teygja í Baby Merino'nu að blúndan einhvern veginn heldur sér, hún skreppur ekki eins og rosalega saman ef hún er prjónuð á örlítið grófara heldur en maður myndi ætla. Og ég pantaði það bara í leiðinni frá Wool Warehouse líka. Og þannig að það er enn eitt teppi í vinnslu. Bíp. Það er annað teppi í vinnslu. Fyrir mig, heklað, dúllur, allt úr mínihespum að mestu eftir íslenska handleitara. Það er 8 einu svona heima þarna en eru komnar í poka og restin af því sem ég áttir að vinda upp og nokkra eru hérna. Og mér langar ekki að gera alveg hefðbundna dúllur, þannig ég fann þetta á YouTube og mér finnst þetta svo fallegt í útaukningunni. Þannig að ég er að nota þetta. Ég er búin að gera nokkrar. Og þetta verður alveg fyrir mig, sko, og svo verð ég með, ég 2 af hvoru í þessu og ætla að nota það utan yfir dúllurnar og til þess að hekla teppi saman. Og ég bara eftir að ákveða, ég hugsaði að verði þessi ljósi og svo verður ljósi í kringum allt saman og svo kemur svona eitthvað kannski almennilegt. Ef þarf eða hvað, þú veist, ég allavega tók þetta til hliðar til þess að hafa svona til þess að því að þú veist, maður gleymir svo oft hvað maður var að hugsa í upphafi og ef maður setur það ekki saman, þá fer allt í rugl. Og ég byrja á einum dökkbláum og hér er svona lítil afgangakúla að myndast.
Gaman. Svo náttúrulega ferðalaga prjónið mitt, það bara út í bíl, það húfa úr mohair og singles, bara svona hefbundin með þykku stroffi fyrir stelpuna og svona. Svo ég með hérna úr Spin Cycle Inclination kál eftir Andreu Mári og það bara ennþá hérna að dúllast. Og bara mjög svona þægilegt prjón, en einhvern veginn svona, það fór rosa mikið púður í hérna teppin. Og það var líka alltaf leið. Og ég með hérna Spin Cycle meira. Sé bara, þú veist. Svo getur vel verið að þegar ég búið með þetta og búin að vikta og sé hvernig ágangastaðan þá getur vel verið að ég geri aðra svona húfu en þá minni og með meira stroffi fyrir eyrun. Og þetta líka prjónað á, var ekki 2,75 ábyggilega. Já, 2,75. Það bara virkar mjög fínt. Svo byrjaði ég á annarri peysu. Ég þoli ekki þegar ég gleyma að setja uppskriftirnar aftur ofan í pokann, svo fer ég út úr húsi með verkefnið og ekki með að því ég voða pappís bleðill. Það henni með að því. Ég byrjaði að gera hérna súfflé eftir Penrose Knits. Þetta mohair peysa. Ég bara rétt byrja á berustykkinu og þar mohairið einfalt. Svo kemur hérna blúnda og eftir það þetta tvöfalt. Ég ekki frekar fyrir daginn með forsíðuna ef maður minnir. Það hérna svona. Og auðvitað getur maður haft hana svo síðerma á allavega. Ég held að þessu leiðbeiningar af því. Og ég bara að nota hérna Kitsilk mohair sem ég átti. Ég ætlaði eitthvað annað verkefni, man ekki hvað það og því fékk þetta annað hlutverk. Eins og vill gerast. Þetta litur 03. Bara mjög fallegur litur. Finnst mér. Og ég svo sem, já, þarf að fara að kíkja á þetta. Annars ég ekkert svo sem búin að vera að vinna þannig í neinu öðru. Ég að byrja á leyniverkefni fyrir Stephen. Jú, hér eitt. Ég var að horfa á Ellie í Skeindir og hérna, hún var að nýta svona afganga og gatt sem hún vissi ekkert almennilega hvað hún ætti að gera við í svona að hekla körfur og grófa nál. Og ég átti hérna svona sem ég vissi ekkert hvað ég ætla að gera úr og ákvaða ég byrjaði að hekla körfu með svona ferundum botni og svo ætla ég að þæfa hana pínlítið og sjá hvað setur. Þetta grófara mohair tweed og það 70% merino lama ull og 30% mohair og það 400 metrar í 100 grömmunum. Og svo ég með Cashmere Luxe og það 95% long first cut lama ull og 5% cashmere og það 1000 metrar í 50 grömmum. Þannig að þetta dugur allavega auðvitað í þessa körfu. Ég ætla að hafa hún svolítið háa og bara sjá hvað setur. Síðan gafst ég upp á corner to corner og ég ætla bara að nýta það í svona einhvers konar körfuprjón og svo ég fullt af svona stökum Holst Supersoft.
Og þegar þetta blómstrar svo þetta holst, að þá verður þetta ábyggilega mjög djúsi. Það er svona aðeins, það verður svona að leika mér karfan af því og þá var ég náttúrulega að fá grófari heklunálar. Af því að eins og hún var að gera með 4, 5 og 6 þráðum af fingering, hún Elli í Skeindir, þá var hún með 8 mm í því. Og þegar hún var að nota 4 þræði, þegar hún var að spája að fara eitthvað ofar og þá átti hún líka 9 mm og ég pantaði henni þá 10. Því maður veit aldrei. Maður þarf að eiga eitthvað svona til þess að fá breyk fyrir hausina á til og gera eitthvað nýtt og spennandi. Og ég kem mér ekki í að klára að hekla teppi hérna úr plötulopa sem að ég fekk eftir mömmu mína. Þannig að ég er bara mögulega, sennilega finnst mér bara uppskriftin ekki spennandi og hennar mögulega þá bara fer það í eitthvað svona körfu, tilrauna, prófa, starfsemi, þæfa og svona gaman, gera eitthvað annað. Já, svo eins og ég segi, ég er að græja hérna fyrir Steven og það sem ég gerði í sumar fyrir Lind og hann hugsa ég að styttist í að ég fá að sýna. Þannig að hérna, já, það verður gaman að sýna okkur það og meira til. Stundum þegar að koma uppskriftir frá honum að þá var, herri, já, ég gerði þetta. Ég er búin steingleyma það, sérstaklega þetta sem fer frá manni. Þannig að hérna, já, og svo eins og ég segi, það er bara brjálega að gera að vera fyrir að hérna. Afsakið. Ég er að hekla körfuna á 6,5 mm, þetta aftur nú, þannig að eins gott að setja. Já, það er bara fínt að gera í vinnunni, rosa gaman, mjög fjölbreytt og svona ég er alveg að vera búin að finna taktin í þessu. Við ætlum að hafa svona staffatíma á 5. Við erum að fara eftir að hitta systkini mömmu og afkomendur og maka og allt þetta í svona ættarmótsgólfi hérna á Akranesi og Helgi er allur að koma til í bakinu, hann má samt ekki byrja að æfa alveg strax, hann er ennþá undir handleiðslu sjúkraþjálfa sem á æfingastöðin okkar líka, þannig að hann passar hann og veit hvernig hann á að tækla kauða, þannig að ég fyrir bara einu æfingar eins og það er alltaf. Já, og svo bara var litlan okkar að hrella okkur aðeins í vikunni. Síðan 18. ágúst á afmælisdegi mömmu minnar þá hittust við systkinin og makar og pabbi og fórum saman út að borða. Og þar kemur næst elsta systir mín með gersemar sem að, þú veist, ég er þessi típa, ég bara nenni ekki að eiga eitthvað gamalt dót sem að, þú veist, sérstaklega, þú veist, auðvitað sé ég eftir þessu núna, en hérna, ég veit náttúrulega meir í dag hvað er svona, verið gaman að eiga og hvað ekki. En hérna þegar ég flutta heima og svona og losa ég með allt skóladót og allt svona. Nema, ég var svo heppin að Magga, næstelsta systir mömmu og ein af hennar bestu vinkonum, hún var kennari við grunnskólann sem ég var í og greinlega hefur þetta ekkert tjón orðið eftir einhvers staðar og hún gripið það og haldið til haga. Svo flytur hún núna fyrir einhverjum tíma og þetta sjálfsagt kemur upp úr einhverjum kassanum og einhverjum hluta vegna endar þetta hjá Dóru systur, já. Og þegar við erum að fara þannig út að borða þá rétti systir mín mér þessa bók og þetta er Helga ég er örugglega í öðrum bekk þarna. 2, 6, ég er svo sem ekki, bara alls ekki viss. Þetta eru ljóð og sími 1847. Og þetta er bara svo dásalegt að sjá þetta. Og svo eru er skrifað hérna allt upp ljóðið og teiknað eitthvað viðeigandi og óviðeigandi og ég minn einu. Það var ógeðslega gaman að sjá þetta og mér þykir rosalega vænt um þetta. Þetta er að eina sem ég á úr skóla æsku minnar og ég ætla að passa þetta eins og gull.
En þannig var það í dag og mér langaði bara sem sagt, eins og ég segi, skuttlast hérna inn, henda inn smá í ykkur svo ég geti farið að hérna ráðstafa teppum og svo kem ég bara næst inn þegar ég hef eitthvað að segja og sína. Það fer pínu tími og púður núna í þetta verkefni hjá Stephen og þá er ég náttúrulega ekkert að vaða áfram ykkur öðru og svo bara er svolítið brjálega að gera á næstunni. Þannig að prjónatíminn verður svolítið nýttur í það. En það er líka allt í lagi. Og svo er náttúrulega gangan að skella á. Ég kemst ekki af því það er svo brjálega að gera. En ég er búin að taka frá kvöld í hérna þegar Linda verið með kynningu á þessum þessum haustleini prjónum hjá Stephen í Gerðubergi. Hún er búin að setja viðburðina inn á svona þessa helstu handavinnu síður á Facebook og þar eru allar upplýsingar og ég ætla að kíkja á það. Og já, það er að koma september. Þannig að ég sé bara til, þú veist, ég náttúrulega bara kem hérna inn þegar ég hef eitthvað að sína og til að tala um. En þannig ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless.